ætlum við að læra alls konar leiðir til þess að slaka á. Þegar við slökum á, þá endurhlöðum við bæði hausinn og líkamann. Það er rosa gott að slaka á fyrir svefninn. Þegar við sofum, þá framleiðir líkaminn vaxtarhormón, svo við getum stækkað. Þess vegna er rosalega mikilvægt að við náum góðum svefni, sérstaklega á nóttinni. Í þessum þætti ætlum við líka að skoða ýmsar tilfinningar sem við fáum. Tilfinningar vísa til þess hvernig okkur líður. Það er eitthvað sem við upplifum. Veist þú hvernig þér líður núna? Getur þú sagt mér hvernig þér líður? Það er svakalega gott að geta sagt öðrum hvernig manni líður. Og stundum vitum við ekki hvernig öðrum líður. Meira segja, stundum þá vitum við ekki einu sinni hvernig okkur sjálfum líður. Ég veit hvernig mér líður núna. Ég er að upplifa mikla spennu í líkamanum og ég finn fyrir mikilli eftirvæntingu. Yay! Mér hlakkar svo til að vera með ykkur í dag. Ég er rosalega spennt. Yay! Eruð þið líka spennt? En við ætlum ekki bara að skoða svefninn og tilfinningarnar í dag. Við ætlum líka að læra jóga og hugleiðslu. Yay! Og kannski öndunaræfingar. Og svo ætlum við líka að læra fullt af nýjum orðum sem tengjast svefnherberginu og svefninum. Yay! Eruð þið spennt? Ég líka. Mjallhvít og dvergarnir 7. Einu sinni var lítil prinsessa sem hét Mjallhvít. Hún var með húð hvíta eins og mjöll, varir rauðar eins og blóð og hár svart eins og eik. Mamma hennar dó þegar hún var lítil og faðir hennar giftist vondri drottningu sem var mjög hégómleg. Drottningin átti töfraspegil sem hún spurði á hverjum degi. Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Og spegillinn svaraði alltaf. Drottning mín, þú ert sú fegursta. En einn daginn sagði spegillinn. Drottning mín, þú ert fögur en Mjallhvít er fegurri.
Drottningin varð gríðarlega reið og ákvað að losa sig við Mjallhvíti af því að hún vildi vera svo fegursta. Drottningin sendi veiðimann með Mjallhvíti út í skóg, en veiðimaðurinn gat ekki fengið sig til að meiða Mjallhvíti og sagði henni að flýja og koma aldrei aftur. Mjallhvít hljóp langt inn í skóginn þar sem hún fann lítið hús með litlum rúmum, stólum og diskum. Þetta var heimili 7 dverga sem unnu í námu og bjuggu allir saman. Þeir hétu meðal annars Glaður, Svefnpoki, Fælinn og Reiður. Dvergarnir fundu Mjallhvíti sofandi í rúminu sínu og tóku vel á móti henni. Hún hjálpaði þeim með eldamennsku og þrif og þeir varðveittu hana eins og bestu vinkonu. En vonda drottningin komst að því með hjálp spegilsins að Mjallhvít var enn á lífi. Drottningin dulbjó sig sem gamla konu og fór með eitra epli til hússins. Smakkaðu þetta safaríka epli, litla stúlka, sagði drottningin. Mjallhvít tók bita af eplinu og féll strax í djúpan svefn. Dvergarnir komu heim og sáu hvað hafði gerst. Þeir gátu ekki vakið Mjallhvíti svo þau settu hann í glerskáp í skóginum og grétu hana dag eftir dag. Einn dag kom prins ríðandi skóginn og sá Mjallhvíti. Hann var strax ástfanginn og kyssti hana mjúklega á kinnina. Þá opnaði Mjallhvít augun og voru töfrarnir rofnir. Allir glöddust og fögnuðu. Prinsinn og Mjallhvít giftu sig og héldu stóra veislu, buðu dvergunum öllum í brúðkaupið. Vonda drottningin sást aldrei framar og allir lifuðu hamingjusamir til æviloka. Endir. Getur þú sagt svefn? Svefn. Flott hjá þér, vel gert. En sofa? Sofa. Já, vel gert. Nótt. Hvað er þetta? Já! Þetta eru náttföt. 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 Samsett orð. Nótt. Föt. Hvaða samsetta orð er hægt að mynda úr orðunum nótt og föt? Já, náttföt. Við getum stundum séð hvernig fólki líður með því að horfa á hvað það er að gera. Eigum við að prófa? Já! Ókei. Sjáðu! Hvað er hún að gera? Já! Hún er að gráta. Ef hún er að gráta, hvernig líður henni þá? Já, hún er döpur. Döpur.
döpur. Hún gæti verið leið. Eða hún gæti verið sorgmædd. Hún gæti líka verið að upplifa söknuð. Þegar við erum leið yfir því að einhver sem við þekkjum ekki hjá okkur, þá erum við að upplifa söknuð. Það kallast að sakna einhvers. Stundum grætur maður líka þegar maður pirraður. Eða þegar maður einmana. Eða jafnvel þegar maður finnur fyrir höfnun. Maður getur líka grátið þegar maður sér eftir einhverju. Þá upplifir maður eftirsjá. Stundum grætur maður þegar maður hræddur. Ég er döpur. Hún er döpur. Eigum við að skoða saman hvað við getum gert svo að henni líði betur? Já! Þegar einhver er dapur í kringum hann, þá er gott að sýna þeim umhyggju. Við getum gert það með því að segja eitthvað fallegt við hana. Eða með því að bjóða henni faðmlag. Viltu knús? Já! Hvað er þetta? Já! Þetta er rúm. Rúm. Getur þú sagt rúm? Rrr. Það er svolítið erfitt. Rrr. Rúm. Vel gert. Við sofum í rúminu. Já. Hvað er þetta? Já! Þetta er náttljós. Náttljós. Getur þú sagt náttljós? Vá! Flott hjá þér! Samsett orð. Nótt. Ljós. Hvaða samsetta orð er hægt að mynda úr orðunum nótt og ljós? Já, náttljós.
honum? Já, ég held hann sé reiður. Reiður. Hvers vegna gæti hann verið reiður? Kannski skemmdi einhver kubbana sem hann var að leika sér með. Hann gæti líka verið pirraður. Ég verð stundum pirruð þegar fólkið í kringum mig er ekkert að hlusta á mig. Kannski er hann afbrýðisamur út í Siggu sem var að fá nýtt hjól. Hann gæti líka verið móðgaður út í Siggu fyrir eitthvað sem hún sagði við hann. Ég er reiður. Ó, hann er reiður. Reiður. Þegar maður er reiður, þá er rosalega gott að geta talað við einhvern það hvernig manni líður. Ef Sigga skemmdi kubbana sem þú varst að byggja, þá segir við hana: Ég upplifi reiði þegar að þú skemmir kubbana fyrir mér, af því að ég lagði svo mikla vinnu í að byggja þá. Þá ertu búin að fá jákvæða útrás og þá gæti þér liðið betur. Svo líka rosa gott að reyna að slaka á þegar maður verður reiður. Við reynum að slaka á vöðvunum. Við getum líka lagt okkur. Eða jafnvel farið aðeins út í náttúruna. Það getur líka verið gott að hlusta á tónlist eða prófa að telja upp á 10. Eigum við að telja saman upp á 10? Já, kannt þú það? Ó, gerum það. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og stundum er nóg að breyta bara hugsununum sem er að fara í gegnum hausinn á okkur. Eins og til dæmis að segja við okkur sjálf: Nei, nú ætla ég að slaka á. Það er ekki þess virði
að vera reiður yfir þessu. En það getur verið rosalega erfitt. En mundu að hugsanirnar þínar hafa áhrif á hvernig þér líður og hvað þú gerir. Mér finnst rosa gott að hreyfa mig þegar ég verð reið. Að fara út í göngutúr eða út að hjóla. Finnst þér gaman að hjóla? Mér líka. En við getum líka prófað að gera öndunaræfingar til þess að hætta að vera reið. Eigum við að prófa nokkrar saman? Ókei. En fyrir þessar æfingar þá þurfum við að kunna telja. Kannt þú að telja? Við þurfum að geta talið upp á 4. Teljum saman upp á 4. 1, 2, 3, 4. Flott hjá þér! Stóðst þig vel. Við getum sko alveg gert æfingarnar saman núna. Þegar við gerum öndunaræfingar, þá gerum við þær í svona 2 til 3 mínútur eða þangað til að við finnum að við erum búin að róa okkur niður. Það eru til nokkrar aðferðir við að gera svona æfingar. Ég ætla að sýna ykkur 3 aðferðir. Við ætlum að byrja á því að anda alveg niður í maga. Við öndum djúpt inn í gegnum nefið og finnum magann þenjast út og höldum niður í okkur andanum í nokkrar sekúndur. Við öndum svo hægt og rólega út í gegnum munninn og finnum fyrir maganum fara aftur í eðlilegt form. Eins og enn. Anda inn í gegnum nefið. Halda inn í andanum. Og anda út. Vel gert. Núna ætlum við að ímynda okkur ferhyrning eða kassa. Við öndum inn í gegnum nefið í 4 sekúndur og svo höldum við inn í okkur andanum í 4 sekúndur og svo öndum við út í gegnum munninn í 4 sekúndur. Svo tökum við hlé í 4 sekúndur. Öndum inn, hald inni, anda út og hlé, 4 sekúndur. Gerum aftur.
Við öndum inn í gegnum nefið í 4 sekúndur. Höldum inn í andanum í 4 sekúndur. Öndum út í 4 sekúndur. Og hlé í 4 sekúndur. Fyrir þessa æfingu þá ætlum við að ímynda okkur þríhyrning. Veistu hvernig þríhyrningur lítur út? Já, þríhyrningur með 3 horn. Við ímyndum okkur þríhyrning og við öndum inn í gegnum nefið í 3 sekúndur. Svo höldum við inn í okkur andanum í 3 sekúndur og svo öndum við út munninn í 3 sekúndur. Og svo endurtökum við þríhyrningin. Eigum við að gera það saman? Ok. Öndum inn í 3 sekúndur. Anda inn í 3. Anda út 3 sekúndur. Mér líður miklu betur. Ég finn ekki fyrir neinum pirring núna. Ég hvorki reið né pirruð. Það svo gott þegar manni líður illa og veit ekki hvað maður á að gera. Þá rosalega gott að gera öndunaræfingar. Manni líður alltaf betur. Vá, hvað þú stóðst þig vel! Ég svo stolt af þér. Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, föstudagur og laugardagur, þá vikan búin. Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember og desember. Sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og fimmtudagur, föstudagur og laugadagur, þá vikan búin. Janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember og desember. Þessi jógastelling heitir tréið. Þessi jógastelling heitir kötturinn. Þessi jógastelling heitir kúin. Þessi jógastelling heitir hundurinn. Halló! Vitið þið hvað draumar eru? Okkur dreymir þegar við erum sofandi.
stundum munum við ekki draumana sem okkur dreymdi. Draumar í rauninni bara myndir og sögur sem heilinn okkar býr til. Sko, þegar við sofum, þá slakar líkaminn alveg á, en heilinn, hann heldur áfram að vinna. Svona eins og það sé að horfa á bíómynd sem hann sjálfur býr til. Þessar bíómyndir eru draumar. Það er eins og að heilinn sé að æfa sig, hugsa hluti sem gerðist yfir daginn, eða jafnvel prófa eitthvað sem gæti gerst. Okkur getur dreymt góða drauma og þá líður okkur vel þegar við vöknum. En okkur getur líka dreymt vondan draum og þá líður okkur illa, eða við getum orðið hrædd. Stundum eru draumar skrýtnir. Kannski ertu að fljúga eins og fugl, eða tala við kött sem getur sungið. En það er bara heilinn að leika sér, blanda saman minningum, tilfinningum og ímyndunarafli. Á ég að segja þér hvað skýrdraumi er? Það er þegar þú ert inn í draumnum og þú veist að þig að dreyma. Þá getur þú gert hvað sem er, flogið eða farið í ævintýri. Það er eins og að vera leikstjóri í eigin draumi. Sumir æfa sig í þessu og geta lært að stjórna drauminu sínum. Þegar við erum sofandi, þá fer heilinn í gegnum 4 stig af svefni. Fyrsta stig kallast léttur svefn, en ég kalla það dottunarstigið. Þá erum við að sofna og hugsanirnar svona byrjar að fljóta aðeins. Og stundum koma svona smá kippir í vöðvana. Á öðru stigi, þá erum við líka í léttum svefni, en þá fer heilinn í smá hlé og endurnærir sig. Þriðja stig er kallað djúpsvefn og ég kalla það ofurkraftasvefnin. Á þessu stigi er líkaminn lagaður. Það þarf að laga vöðvana og hreinsa burt þreytuna. Þannig að það er eins og þú sért ofurhetja í hleðslustöð. Og þegar þú vaknar, verður sterkari og orkumeiri. Fjórða stig kallast REM-svefn. Það er einmitt þá sem okkur dreymir. Þess vegna köllum við það draumsvefn. Þá eru augun á hreyfingu þó svo að við séum með lokuð augun. Þau eru bara fleygiferð þarna undir augnlokunum. Við förum í gegnum öll þessi svefnstig nokkrum sinnum yfir nóttina. Og einn svona hringur kallast svefnhringur. Ég man ekkert hvað mig dreymdi í nótt. Manst þú hvað þig dreymdi í nótt? Vá! Sjáðu! Hvað er hún að gera? Já! Hún er að brosa. Hún hlýtur að vera glöð. Glöð! Það er líka tilfinning að vera glaður. Ég er rosa glöð í dag.
Eru þið glöð í dag? Yey, gaman! Maður þarf enga ástæðu til þess að vera glaður. En eigum við að spyrja hana af hverju hún svona glöð? Viljið þið spyrja hana með mér? Ok. Af hverju ert þú svona glöð í dag? Ég er svona glöð af því að ég er stolt af sjálfri mér. Ó, en gaman! Já, mér finnst oft erfitt að deila dótinu mínu með vinum mínum, en í dag lánaði ég vinkonu minni bolta minn og hún leyfði mér að leika mér með bílinn sinn. Það var svo gaman. Vá, en flott hjá þér! Stundum getur verið gaman að skiptast á að leika sér með dótið. Hefur þú prófað að leyfa vini þínum að leika sér með dótið þitt? Já! Vá, flott hjá þér! Hvað er þetta? Já! Þetta er dýna. Dýna. Dýnan er geymd í rúminu. Hún er mjúk og við sofum á henni. Getur þú sagt dýna? Dýna. Dýna. Flott hjá þér. Hvað er þetta? Já! Þetta er sæng. Sæng. Við sofum með sængina svo okkur verði ekki kalt. Getur þú sagt sæng? Sæng. Já! Vel gert! En hvað er þetta? Já! Þetta er svefnpoki. Sumir sofa í svefnpoka og aðrir með sæng. Hvort sefur þú í svefnpoka eða með sæng? Það hljómar vel. Ég sef með sæng. Getur þú sagt svefnpoki? Já, vel gert! Samsett orð. Svefn. Poki. Hvaða samsetta orð er hægt að mynda úr orðunum svefn og poki?
Já, svefnpoki. Vitiði hvað? Það kominn tími á staf dagsins! Yay! Ég með töfrakassan og inn í honum vísbending staf dagsins. Eruð þið forvitin? Já, ég líka. Núna ég að upplifa mikla eftirvæntingu. Eigum við að opna kassan og sjá fyrstu vísbendinguna? Vísbendingu númer 1. Já, ókei. Þið verðið að segja með mér opna og þá opnast kassinn. Ég tel upp á 3 og svo segjum við öll saman opna. Eruð þið tilbúin? Ókei. 1, 2, 3. Opna! Wow! Kassinn opnaðist. Ó, ég sé eitthvað ofan í kassanum. Eigum við að reyna að fá hlutinn sem ofan í kassanum upp úr kassanum? Já, ókei. Viljið þið hjálpa mér? Við verðum að segja upp 3 sinnum. Ég tel upp á 3 og svo segjum við öll saman hátt og skýrt
upp. Ok, eru þið tilbúin? Ok. 1, 2, 3. Vá! Hvað er þetta? Já! Þetta er strætó! Strætó! Hvað segir strætóinn? Já! Strætó segir bíp, bíp. Getið þið sagt strætó? Vá, vel gert! En á hvaða staf byrjar strætó? Veist þú það? Eigum við að skoða næstu vísbendingu? Vísbendingu númer 2. Já? Ok. Þið þekkið þetta. Ég tel upp á 3 og svo segjum við öll saman hátt og skýrt 3 sinnum upp. Ok. Eru þið tilbúin? Ok. 1, 2, 3. Vá! Hvað er nú þetta? Þetta eru sokkar. Sokkar. En á hvaða staf byrjar sokkar? Veist þú það? Jæja, vinir. Eigum við að skoða 3. og seinustu vísbendinguna? Vísbendingu númer 3. Já. Ég tel upp á 3 og svo segjum við öll saman 3 sinnum upp. Ok. 1, 2, 3. Vá! Það var rosalega bjart hérna.
Hvað er þetta? Veist þú hvað þetta er? Já! Þetta er sól. Sól. Getur þú sagt sól? Vá, vel gert! Veist þú á hvaða staf sól byrjar á? Hvaða stafur er stafur dagsins? Eigum við að skoða eins vísbendingarnar? Strætó, sokkar og sól. Þetta byrjar allt á Veist þú hvað stafur dagsins er? Já! Við fundum út hvað stafur dagsins er. Stafur dagsins er S. S. Til þess að segja S, þá erum við í rauninni bara að blása.
sjáiði. Hvernig haldið að honum líði? Já, hann kannski hræddur. Hann gæti líka verið kvíðinn eða stressaður eða með áhyggjur. Ég er hræddur. Af hverju ertu hræddur? Ég er hræddur við fluguna. Hann alveg óttasleginn út af flugunni. Það ekkert að óttast. Þú þarft ekkert að vera smeykur við fluguna. Flugan örugglega hræddari við þig heldur en þú við hana. Af því þú ert miklu stærri heldur en hún. Eigum við að vingast við fluguna? Já. Hæ, fluga. Hæ. Getið þið sagt hæ við fluguna? Hæ, fluga. Halló. Vel gert. Nú flugan orðin vinur okkar. Þegar maður hræddur, þá gott að æfa bjargráð, eins og til dæmis að vingast við fluguna. Núna erum við búin að kynnast flugunni og við vitum að það ekkert til þess að vera hræddur við. Bæ, fluga! Viltu segja bæ? Bæ, bæ. Bæ, bæ! Hvað þetta? Já! Þetta koddi. Koddi. Getur þú sagt koddi? Koddi. Vel gert! Við leggjum hausinn á koddann þegar við förum að sofa. Koddinn á heim uppi í rúmi með dýnunni og sænginni. Hvað þetta? Já! Þetta náttborð. Náttborð. Getur þú sagt náttborð? Já! Vel gert! Samsett orð. Nótt. Borð. Hvaða samsetta orð hægt að mynda úr orðunum nótt og borð? Já, náttborð. Hvað þetta? Já, þetta hilla. Hilla. Getur þú sagt hilla? Hilla. Hilla. Flott hjá þér! Hvað þetta? Já, þetta bangsi.
Átt þú bangsa? Hvað heitir bangsinn þinn? Vá, það sko flott nafn. Ég á líka bangsa. Bangsinn minn heitir Baddi. Ég ætla að kynna ykkur fyrir Badda á eftir. Vitið þið hvað þetta er? Já, þetta er gluggi. Gluggi. Inn í svefnherberginu okkar er gluggi og við sjáum út gluggann. Nema gluggatjöldin séu dregin fyrir. Getur þú sagt gluggi? Gluggi. Gluggi. En hvað er þetta? Já! Þetta eru gluggatjöld. Gluggatjöld. Getur þú sagt gluggatjöld? Vá, vel gert! Þetta kallast líka gardínur. Já, gluggatjöld eða gardínur. Gluggatjöldin fara fyrir gluggana og þá sjáum við ekki lengur út og þá sér heldur enginn inn. Þegar gluggatjöldin eru fyrir, þá kemst sólin ekki inn. Það er rosalega gott þegar við erum að fara að sofa. Þegar gluggatjöldin eru dregin frá, þá kemst sólin inn. Og það er rosalega gott þegar við erum að vakna. Getur þú dregið gluggatjöldin frá og fyrir með mér? Við að prófa. Við gerum svona. Og drögum frá. Drögum fyrir. Drögum frá. Vei, vel gert hjá okkur. Samsett orð. Hvað er þetta? Já, þetta er gluggi. Hvað er þetta? Já, þetta er tjald. Hvaða samsetta orð er hægt að mynda úr orðunum gluggi og tjald? Já, gluggatjald. En hvað er þetta? Já, þetta er fataskápur. Fataskápur. Getur þú sagt fataskápur? Flott hjá þér. Vá. Fataskápur er samsett orð. Samsett orð eru orð sem eru búin til úr tveimur orðum. Eins og fataskápur, hann vísar í föt og skáp. Við geymum fötin okkar inn í fataskápnum. Samsett orð. Hvað er þetta?
Já, þetta eru föt. Hvað er þetta? Já, þetta er skápur. Hvaða samsetta orð er hægt að mynda úr orðunum föt og skápur? Já, fataskápur. Ó, hvað er hún að gera? Henni virðist líða vel. Ég er þakklát. Ó, hún er þakklát. Fyrir hvað ertu þakklát? Ég er svo þakklát fyrir mömmu mína. Ó, Hún er svo góð við mig. hún er örugg. Hún er þakklát fyrir mömmu sína. Hún treystir mömmu sinni og elskar hana. Eru þið örugg? Hafið þið upplifað ást, traust og þakklæti? Já, það er það besta sem maður getur upplifað. Ég líka. Fyrir hvað eru þið þakklát? Ó, en fallegt. Ég er þakklát fyrir pabba minn. Mér finnst alltaf svo gott þegar pabbi minn kemur heim. Hann er sjómaður og vinnur á bát út á sjó. Og mér er alltaf svo létt þegar hann kemur heim. Finnið þið stundum fyrir létti? Maður finnur fyrir létti ef maður er búinn að vera kvíðinn eða stressaður lengi. Ég er alltaf að vonast eftir að sjá pabba minn. Og svo þegar hann kemur heim, þá finn ég fyrir létti. Allar tilfinningar eiga rétt á sér. Og það er alveg fullkomlega eðlilegt að vera stundum leiður eða reiður, en það sem skiptir mestu máli er að geta tjáð tilfinningarnar sínar. Því þegar við getum sagt öðrum hvernig okkur líður, þá geta aðrir hjálpað manni með því að finna út hvað það er sem við þurfum til þess að yfirstíga erfiðu tilfinningarnar. Það er partur af lífinu. Og svo getur okkur liðið vel. Það er svo gaman að vera glaður. Það er líka rosalega gaman að fara að sofa. Dreyma skemmtilega drauma. Og manstu að þegar við erum sofandi, þá stækkum við. Mig langar að kynna ykkur fyrir bangsanum mínum, honum Badda. Halló. Hann var að segja hæ. Getið þið sagt hæ við Badda? Hæ, Baddi. Baddi hjálpar mér oft við að yfirstíga erfiðar tilfinningar. Hvernig líður þér í dag, Baddi? Mér líður vel í dag, en ég er svolítið þreyttur. Ó, Baddi er þreyttur. Hvað gerir þú, Baddi, þegar þú ert þreyttur? Ég er með sérstaka svefnrútínu sem ég geri áður en ég fer að sofa. Ó, vá, en gaman. Eru þið með einhverja sérstaka rútínu þegar þið farið að sofa? Já, hvað gerið þið?
Vá! En gaman! Baddi, viltu segja okkur frá svefnrútínu þinni? Já, sjálfsagt. Ég byrja alltaf á því að fara í bað. Stundum fæ ég að leika mig með fiskana í baði og stundum leik ég mig með bátana mína. Svo þegar ég er búin í baði þá þurrka ég mér og svo bursta ég tennurnar. Það þarf alltaf að bursta rosa vel svo Karius og Baktus kom ekki í heimsókn. Hver er Karius og Baktus? Þeir koma og skemma tennurnar ef það eru ekki hreinar og fínar. Líka ef maður borðar ómikil sætindi. Ó, ég vissi það ekki. Hvað gerirðu svo? Svo fer ég með mömmu eða pappa inn í herbyggi og klæði þeim í náttföt og þau lesa fyrir mig sögu. Vá, en gaman. Hvaða sögu lesa þau? Það er misjafnt, en uppáhaldssaga mín núna er Pétur Pan. Ó, hafið þið heyrt söguna Pétur Pan? Kannski fáum við að heyra hana seinna. Já, kannski. En svo þegar mamma eða pappi eru búin að lesa söguna fyrir mig, þá kissa þau mig góða nótt, syngja lag fyrir mig og leggja mig upp í rúm. Ó, hvaða lag syngja þau fyrir þig? Mamma syngur alltaf Frostur úti fuglinn minn. Ó, ég kann það. Er það? Viltu syngja það fyrir mig? Þetta Baddi minn. Frost úti fuglinn minn, ég finn hvað þér kall. Nærðu enginn við þig, því nú frosið allt. En ef þú bíður augnablik, ég ætla að flýta og biðja hana mömmu mína ilsnu handa þér. En ef þú bíður augnablik, ég ætla að flýta mér og biðja hana mömmu mína ilsnu handa þér. Pétur Pan, ævintýrið í Hvergilandi. Einu sinni var strákur sem hét Pétur Pan. Hann var ekki eins og aðrir krakkar, hann vildi aldrei vaxa og verða fullorðinn. Hann bjó ásamt vinum sínum týndu drengjónum og lítilli fljúgandi álfamey sem hét Skellibjalla í töfralandi sem hét Hvergiland. Og þar gátu börn leikið sér að eilífu. Eina nóttina flaug Pétur inn í herbergi hjá 3 systkinum í London, Vöndu, Jón og Mikael. Hann sagði þeim frá töfralandi sínu og bauð þeim að koma með. Pétur stráði álfaríki yfir krakkana og þau flugu út gluggann. Beint áfram og áfram þangað til morgun kemur, þá ertu komin til Hvergilands, kallaði Pétur. Í Hvergilandi hittu krakkarnir hafmeyjar, pílukastandi indjána og skrimsli í vatninu. En mest allra þurftu þau að passa sig á Kapteinn Krók sem var vondur sjóræningi. Kapteinn Krókur var með krók í staðinn fyrir hönd, því Pétur hafði einu sinni slegið hana af og krókódíll hafði étið hendina. Nú elti krókódíllinn Kapteinn Krók út allt því hann vildi éta meira af honum. Pétur og vinir hans börðust við sjóræningjana. Skellibjalla hjálpaði með álfaríkinu sínu og Vanda huggaði alla þegar þau voru þreytt. Að lokum tókst þeim að sigra Kapteinn Krók sem hrökklaði burt með krókódílinn á hælunum. Eftir öll ævintýrin vildi Vanda fara heim með bræðrum sínum. Pétur Pan sagðist aldrei ætla að vaxa úr grasi
og sagði bless með bros á vör. Vanda lofaði að muna eftir honum og jafnvel heimsækja hann aftur. Og ef þú horfir upp í stjörnurnar á kvöldin, kannski sérðu Pétur Pan fljúga hjá. Að vaxa upp val en að trúa á töfra alltaf hægt. Eigum við að skoða svefnherbergið? Ok. Getið þið bent mér á rúmið? Já, það er þarna. Getið þið bent mér á fataskápinn? Já, hann er þarna. En getið þið bent mér á náttborðið? Já, það er þarna. En hvar er vekjaraklukkan? Já, hún er þarna. Getið þið bent mér á gluggann? Já, hann er þarna. Getið þið bent mér á bangsann? Já, hann er þarna. Hæ, vinkona. Hvað segir þú gott í dag? Bara svolítið döpur í dag. Æ, en leiðilegt að heyra. Hvers vegna ert þú döpur? Ég er einmana. Æ, elsku vinkona. Ef þú ert einmana, þá vantar þig bara smá stuðning og félagsskap. Eigum við að leika okkur saman? Í alvöru, viltu leika við mig? Já, auðvitað vinkona. Komdu, kom í eltingaleik. Þú ert hann. Klikk! Ég náði hann, þú ert hann! Klikk. Þú ert hann. Hvernig líður þið núna, vinkona? Mér líður miklu betur. Takk fyrir að vera svona góðu vinur, pabbi. Sjálfsagt, elsku vinkona. Hvernig líður þér, pabbi? Ég er bara svolítið þreyttur. Ertu að fara að sofa, pabbi? Já, það fer að koma háttatími hjá mér. En fyrst ætla ég að klára svefnrútínuna mína með mömmu minni. En gaman. Já, mér finnst rosalega gott að lúlla. Og ég elska að gera rútínuna mína fyrir svefnin. Mér finnst svo gaman þegar ég er sofnuð og byrja að dreyma. Já, mér líka. Góða nótt. Það var svo gaman hjá okkur í dag. Við lærðum fullt tilfinningarnar okkar og líka mikilvægi þess að slaka á. Þið stóðuð ykkur svo vel! Ætlið þið að fara að slaka á núna? Ég ætla að fara að slaka á núna. Takk fyrir samveruna. Sjáumst síðar. Bye bye.